Barnabókasetrið samstarfsverkefni margra aðila sem koma saman með það að markmiði að efla áhuga barna á bókalestri. Brynhildur Þórarinsdóttir, formaður Barnabókasetursins, segir að þó mörg börn séu duglega að lesa, þá megi alltaf gera betur. Mörg börn eru duglega að lesa, sem betur fer. En það sýn okkur ótal rannsóknir að hópurinn sem ekki les bækur, hann fer sífellt stækkandi. Og á samanskapi minnkar hópurinn sem les mikið. Og þetta er áhyggjuefni, því þetta gerist hratt á fáeinum áratugum sem það hrynur þessi lestraráhugi almennt. Og þetta er áhyggjuefni fyrir okkur sem samfélag því þetta tengist svo mikið árangur í skóla. Við sjáum til dæmis á PISA-prófunum frægu að það er sterkt samband á milli áhuga á bóklestri og þess að börnin lesi eigin hvötum í tómstundum og árangur í lesskilningi. Og árangur í lesskilningi er svo aftur undirstaða í rauninni góðs árangurs eða góðs gengis í skóla. Og fyrst og fremst er þetta spurning áhuga. Að teygja sig í bók, setjast niður að lesa og finna löngunin að vakna. Og þessi löngun sem við þurfum að vinna með, að börnin langi til að lesa, að við náum að kveikja hana, þá erum við komin vel á stað. Eitt af verkefnum Barnabókasetursins er göngulesturinn. Göngulesturinn er svona tilraun okkar til þess að sameina útivist og lestur og ná til fjölskyldnanna. Og við erum með járnbækur á hátt í 30 ljósastörum hérna í bænum og hverjum staur er texti úr einni barnabók. Þetta er svona 3 kílómetra ganga maður vill ganga á milli allra bókana. En þær eru í rauninni ekki tengdar neitt sama, það er alveg sama hvar maður byrjar. Maður getur stokkið inn og lesið 1-2 bækur og haldið svo áfram. En bækurnar eru alveg frá Amtsbókasafninu út að Minjasafni, þannig að þær eru frá Brekkugötu, gegnum miðbæinn, svo eru Hafnarstrætið og Aðalstrætið. Við hittum 2 bókaorma á bókasafninu og spurðum þau út í lestur. Áttu uppáhalds sögupersónu? Já, Rottuborgara. Og hvað gerir hann? Hann veiðir rottur og býr til hamborgara úr þeim. Hefurðu tekið bækur á bókasafni? Já, risaeðlubækur og sjóræningabækur. Voru það skemmtilega bækur? Hvað var að gerast í þeim? Risaeðlurnar slást og sjóræningjarnir var líka slást. Voru allir að slást? Já. En hvað geta foreldrar gert heima fyrir til að auka áhuga barnanna á lestri? Við þurfum að vera jákvæð, við þurfum að vera uppbyggjandi í hvatningunni. Við þurfum að hafa bækur á heimilinu. Þau þurfa að sjá bækur í kringum sig. Og svo númer 2, og ekki síður mikilvægt, að vera lesandi fyrirmynd. Lesa sjálfur bækur og lesa fyrir framan börnin. Svo glenna svolítið framan í það lesturinn. Því að fullorðnir hafa líka dregið á lestri, bóklestri. Og svo að líka viðhorf okkar að líta á lesturinn sem alvöru tómstundagaman barnanna. Við erum voða duglega að mæta á alla fótboltaleiki og æfingar og svona þessar íþróttir sem að börnin taka þátt í. En við erum ekki alveg eins dugleg að fylgjast með þeim sem lesendum. Að lesa líka bækurnar sem þau eru að lesa, geta rætt við þau bækurnar, byggt þannig upp áhuga, átt þetta samtal við þau sem þau þrá, við vitum það, við höfum spurt börn hvað þau vilja, bókaorma, hvað þau vilja fá út úr lestri og hvernig þau líta á lestur og það sem þau sakna mest er að ekki samtal við fullorðna eða aðra bókaorma inntak og efni bóka. Hvaða fleiri verkefni eru þið með á döfinni? Stærsta verkefni okkar núna er Siljan sem er myndbandasamkeppni fyrir börn bækur og það er verkefni sem er á landsvísu. Allir grunnskóla krakkar í 5. til 10. bekk á landinu geta tekið þátt, sent inn 2 til 3 mínútna myndband barnabók sem gefin var út á íslensku 2014 til 2015. Og markmiðið með þessu er einfaldlega að fá börnin til að lesa fleiri bækur og líka að fá þau til að tjá sig bækurnar sem þau lesa, eins og ég sagði áðan að það skiptir svo miklu máli að eiga þetta samtal. Og einn af þessi jákvæða nálgun að með því að fá krakkana sjálfa til að gera skemmtileg og skapandi myndbönd, þá kveikjum við kannski áhugan í fleiri börn. Ég held að það er eitthvað við foreldrarnir og kennararnir og fullorðna fólki gerum, en ef þau hafa
krakka sem fyrirmyndir, lesandi krakka, sterkar fyrirmyndir í barnahópnum, þá held ég að það skili ennþá meiri árangri. Skilafrestur fyrir myndböndi Siljuna til 20. mars og hvetur Brynhildur krakka til að senda inn myndbönd. En hér sigurmyndbandi frá því 2015 frá þeim Jóni Páli Norðfjörð og Adam Inga Viðarsinni. Sóla, sannkallaður gleðigjafi. Það geislaði af henni hvert sem hún fór. Brosið hennar hafði góð áhrif á aðra. Nú var komið að því að allir þegnar ríkisins brostu breitt, alveg eins og hún. En skyndilega dró ský fyrir Sólu. Brosið horfið! Lárus, brosið horfið! Mamma hafði rétt fyrir sig. Ég finn ekki brosið! Brosið hennar Sólu var horfið. Nú hófst mikil leit að brosi og allir þegnar ríkisins hjálpuðu til. Það var leitað í skógum, hellum, ám, kistum, görðum, töskum, pokum, undir rúm, undir brúm, upp á fjallstindum bak við steina, hreinlega út allt, en eigi fannst brosið. Brosið henni farið og fyrir mig líka, ég alveg bara út af mig. Þegar brosið lagt henni og brosið mig líka. Hvað gerir þú þegar þú týnir brosinu þínu? Brosbókin, nýði.